Hálfkirkjan liggur í COVID, það bara þannig. Og við erum hérna nokkur að rísa upp úr COVID og Guði sé lof og dýrð fyrir það. Gott að búa í Íslandi, gott að vera ekki í landi þar sem stríð og hræðileg hlutir að gerast í heiminum en Guð góður. Mér langar bara rétt áður við förum inn í orðið að tala aðeins þáttinn sem var hérna í vikunni, sem var mjög ósanngjarn í okkar garð. Væga sagt. Ég ætla að fara betur yfir máli bara í lokstundar og fara þá bara yfir þetta allt saman, hvort þetta hafi verið klift svona saman eða hvað. Smárakirkja fríkirkja fyrir það fyrsta. Þetta form sem hér í dag mun algengara heldur en til dæmis formið í þjóðkirkjunni. Þetta ekki það sem allir vita. Langflestir tengja við þetta form, lifandi lofgjörð og þetta tilbeiðsluform, það sem að fólk tekur þátt, bara það sem að hugnast mér og fleirum. Við erum með sömu trúarjátningu og þjóðkirkjan. Við trúum á sama Jesú, við erum kristin kirkja og við tilheyrum kristni sem yfir 700 milljónir manna við erum sem sagt hlutafreyfingu sem yfir 700 milljónir manna í heiminum öllum eru í. Þannig að allt tala það að við séum og að líka okkur saman við það sem einhverja ofbeldishreyfingar sem hafa átt sér stað í Bandaríkjunum eða annars staðar, það ekki fótur fyrir því. Ekki einu sinni smá fótur fyrir því. Og hér inni eru ekki rassistar. Ég bara segja það. Hefði ég fengið að velja, ég held ég hefði kosið að vera frekar svört. Þú veist, svart fólk til dæmis eldist betur. Nei, ég segi svona. En svona í alvörinu talað, þú veist, og hafið þið heyrt til dæmis söngkonur Whitney Houston, halló. Ég vildi óska þess. Við erum ekki, þú veist, alls ekki og reyndar var hér aðstofpastor lengi vel, hann Ron Bóta og hann þöldökkur. Þannig að þetta á ekki við rök að styðjast, bara þannig að því sé bara algjörlega haldið til haga. Allt sem að kemur í sjónvarpinu ekki endilega rétt. Við erum ekki móti homum og lesbíum. Það braf og frá, það eru allir velkomnir hérna. Tattoo. Ég sjálf með tattoo. Þetta bara á ekki við rök að styðjast. Ég reyndar með tattoo í augabrúnunum og mamma mér þess að líka. Nei. Þú setur þetta sjálf, allavega, skiptir ekki máli. En ég að segja ykkur, þetta á bara ekki við rök að styðjast. Þetta bara ekki satt. Ég ætla að fara yfir málið svona svolítið í meiri dítelum á eftir, þannig að þið bara sjáuð út að við höfum ekkert að fela. Allar okkar samkomur, þetta allt opið, þetta allt það geta allir hlustað, það geta allir heyrt þann boðskap sem að Smárakirkja stendur fyrir. Má ég heyra með. Það var það sem ég hélt. Gott að sjá ykkur. Þá skulum við fara í alvarlegra efni. Eins og það getur orðið alvarlegra heldur en. En mér langar til þess að byrja að fara í 2. Korintubréf og þið verið afsaka, gjafinn var ekki við í dag þannig að við fáum lítið að textum upp en þið verið bara að trúa því það sem ég að lesa fyrir ykkur úr ritningunni. Ég að lesa Biblíuna. Akkurat, 2. Korintubréf, 12. kapli og 7. vers. Þótt ég vildi hrósa mér, væri ég ekki frávita, því að ég væri að segja sannleikann. Páll, mjög ánægður með sjálf sig. En ég veigra mér við því, til þess að enginn skuli ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess að ég skuli ekki ofmennast af henni miklu opinberun mig gefin fleinn í holdið, Satans engill, sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta of stórt á mig. Akkurat. 3 svar hef ég beðið drottinn til að láta taka hann frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum og þrengingum vegna Krists, því að þegar ég veik, þá hann máttur. Amen.
Ég hef svo góða fréttir að færa, vinir. Þegar ég veik, þá hann sterkur. Og þessar fréttir eru ekki bara fyrir mig, það líka fyrir þig. Ef þú ert veikur hér í dag, þið líður ekki vel á ykkur sig, þá hann máttugur. Máttur hans nefnilega fullkomnast í okkar veikleika. Það ekkert endilega málið að vera alltaf rosalega sterkur. Ég vil að þykjast vera eitthvað sem maður ekki. Það bara svo mikilvægt að vera sannur. Koma fram til dyrana eins og maður klæddur. Og mér finnst oft á tíðum loða við kristna kirkja, við erum alltaf í einhvern þykistuleik. Það allir að þykjast vera eitthvað svona opaslega heilær. Ég ætla bara að segja ykkur það að ég bara mjög mistæk. Ég geri bara alls konar mistök. Já, einmitt. Takk fyrir það, mamma. Ég ekki sem stein að gera mistökin. Nei, við erum... Já, Jóhann svona næsti bær við. Ég held að reyna að líkjast Jóhannu. En svona í alvörunni talað, þá erum við öll bara ófullkomin. Við erum öll ófullkomin. Það engin fullkomin. Og við erum öll bara þessari vegferð með Drottni. Og kristin kirkja bara samansafn af alls konar fólki. Ekki verra, ekki betra. Bara venjulegu fólki og þar sem að fólk kemur saman eru vandamál. Það bara svolítið þannig. Það alltaf eitthvað sem að kemur upp á. En Guð nefnilega notar það sér til dýrðar. Ég las daginn áhugaverða rannsókn. Við hugsum yfir 40.000 hugsanir á hverjum einasta degi. 80% af hugsununum eru neikvæðar. Það bara pínu skefi. 95% af okkar hugsunum eru endurteknar hugsanir frá deginum áður eða dögunum áður. Við erum alltaf að hugsa það sama aftur og aftur og aftur. Hvað segir það okkur? Jú, við höfum tilhneigingu til að sjá glasið hálftómt í staðinn fyrir hálffullt. Og það sem að meira að við erum eins og bíluð plata. Við erum alltaf að hugsa það sama aftur og aftur og aftur. Ég veit að ég ekki ein þetta. Ég hugsa oft bara, þú veist, maður hlustar á okkur lög og maður dettur inn í eitthvað moment, eitthvað tilfinningu, eitthvað sem gerðist þarna og maður manna vel og við getum endurlifað, þú veist, ákveðna atburði aftur og aftur. Við erum bara svo merkileg. En pointið þetta, við höfum tilhneigingu til að vera svartsýn. Við höfum tilhneigingu til að dæma okkur úr leik. Áður en jafnvel að við tökum þátt. Við erum búin að telja úr okkur kjark áður en til baráttunar kemur. Og það ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Páll þarna, þannig ég útskýri hvað Páll að gera þarna. Páll þarna að tala til Korintumanna. En hann stofnaði kirkjuna. Hann stofnaði kirkjuna í Korintu. En hann hafði ekki verið hjá þeim í 1,5 ár. Og til þeirra hafði komið óvanda fólk. Og komið inn í kirkjuna og svona nánast tekið hana yfir. Og Páll í rauninni bara með ferilskrána sína. Hann bara að segja, ég bara rosa góður í þessu, ég góður í þessu. Páll kunni það alveg að hrósa sig svolítið. Og hann hélt áfram, bara já, veist, bara með ferilskrána, hann var með þetta allt skrifað og hann segi bara, ef eitthvað getur hrósað sér, þá ég mest af öllum. Hann var alveg með þannig sjálfstraust. En svo, á ákveðnu tímapunkti, þá vendar hann kvæðið sínu kross. Og hann segir, en ég vil ekki einu sinni hrósa mér að því. Ég vil hrósa mér að mínu veikleika. Þrátt fyrir minn veikleika, þá hefur Guð getað nota mig með alveg stórkostlegum hætti. Og ég held hluta því sem hefur verið aflagið í kirkjunni, sem að gerir hugsanlega kirkjuna óeðlilega eða getur gert hana sjúka. Það þetta að við viðurkennum ekki vanmátt okkar. Við viðurkennum ekki það að við erum með veikleika. Og vinir, við erum öll með veikleika. Það bara þannig. Og leið og við erum fann að vera í sannleika með okkar veikleika að þá verðum við aldrei heilbrigð. Því að það sannleikurinn sem gerur okkur frjáls, ekki satt. Það þegar við komum fram fyrir Guð og bara svona ég. Þú veist, taktu við mér eins og ég Þá getur Guð farið að gera stórkostlega hluti.
Hann notar nefnilega okkar veikleika. Og hvað meina ég með því? Páll talar hann aftur og aftur. Hann hafi aftur og aftur beðið Guð að taka veikleikan frá sér. Og hvaða veikleiki var þetta? Við vitum það ekki. Sumir segja að hann hafi verið með slæma sjón. Aðrir segja að hann hafi verið með húðsjúkdóm, eitthvað kýli. Ég hef allavega ekki viljað vera með eitthvað kýli, en ég hef heyrt það nefnt. Svo aðrir sem að tala að kannski var þetta þessi veikleiki í rauninni bara forsagan hans. Hræðileg sagan hans. Guð minn góður, hann drap bara fullt af fólki. Og vitið það, ef ég hefði sögun hans, ég hefði bara farið, undir sæng og verið þar. Ég hefði upplifað þunglindi, ég hefði upplifað kvíða. Þessi mikli Guðs maður, Páll, hafði einu sinni nefnilega verið í þeim gírnum að drepa kristna. Hann fór í gegn kristnum og drap þá. Þannig að þið getið ímyndað eitthvað samviskubitið sem hann hefur örugglega upplifað á einhverjum tímapunkti og þurft að díla við. Og kannski var þetta bara, þunglindi eða kvíði eða, svo hann að tala hann að segja, herðu, Guð búinn að gefa mér allir þessa visku. Og sem Guð gaf honum alveg klárlega. Hugsaðu ykkur, hann skrifaði örugglega 25-50% af Nýja testamentinu. Guð notaði með stórkostlegum hætti. En samt ris upp raddir gegn Páli. Og þessar raddir voru þannig að það var gert lítið úr honum sem kennara, sem predikara, sem persónu. Það komur raddir gegn honum út af því að Páll, eins og við öll hinn, bara maður. Og hann þurfti þarna að segja við söfniðin, herðu. Ég bara alveg góður. En hann sagði líka, en það rétt, ég hef veikleika. Og vinir, ég held að þegar við förum að opinbera það, að við séum ekki fullkomin, að við þurfum öll á Guð að halda, þá leysum við úr læði dýr Guðs í líf okkar. Það þannig. Af hverju, og þannig ég kom aftur því, af hverju notar Guð veikleika? Ég skal segja ykkur það. Í þessari viku erum við búin að vera undir ofsóknum. Ég held ég að bara sjaldan leita eins mikið Guðs eins og í þessari viku. Guð notar aðþrengdar kringumstæður, þinn veikleika, til þess að gera það verkum að samtal á sér stað á milli þín og Guðs. Guð nálgast þig, þú nálgast Guð í veikleika. Það hans fyrsta tól, það bara að draga okkur nær sér. Hann vill að við göngum með honum. Og vinir, það sem að gerist í þessari glímu við Guð, þið munið eftir Jakob á sínu tíma, þegar hann glímdi við Guð. Og Biblían talar að hann sleppti ekki, hann sagði, ég sleppi þér ekki fyrir þú blessa mig. Við eigum að gera það sama. Þegar við erum að glíma við Guð, þá eigum við að halda fast í hann. Við eigum að glíma við hann, og það sem að segir í ritningunni með Jakob, hann gekk öðruvísi eftir glímuna við Guð en áður. Það þýðir það að þessi glíma við Guð, vinir, á að gera það verkum að við erum öðruvísi. Hans smörning, hans vilji, allt það sem hann hefur fyrir okkur, það nuddast á okkur við glímuna. Við erum nær Guði í glímu við hann heldur en annars. Og það sem svo dásamlegt við Pál, að hann hrósir sér ekki að hvað hann rosalega klár. Gaman að sjá þig. Hann hrósir sér ekki að því, hann hrósar sér að veikleika sínum. Og hann gerir sér svo ofboðslega grein fyrir því að þar Guð mestur. Og það þrátt fyrir veikleika, þrátt fyrir að vera ófullkomin vinir, þá elskar Jesú þig. Hann elskar mig. Og hann vill nota þig og hann vill nota mig
þrátt fyrir veikleika, vinir. Þannig að aldrei vera eitthvað svona með eitthvað svona tilbúna, auðmýkt og bara Guð getur ekki nota mig. Ég meina, halló, ef hann notaði Pál, hann var morðingi, sjáðu til, þá getur hann nota þig. Hann getur nota mig. Þannig að það ekki eðlileg auðmýkt að segja, herðu, nei, hann getur ekki nota mig. Guð getur notað alla. Það þannig. Og kærleikur hans, þú getur ekki gert þann hlut eða átt á fortíð sem að gera þig viðskila við Guð. Þú getur alltaf tengst Jesú. Hann elskar þig. Hann sér þig. Hann sér kostina þína. Hann sér líka gallan og veikleikana. Þannig ekki einu sinni, ekki koma með eitthvað svona fyrirfram, eitthvað ákveðnar hugmyndir það hvernig Guð getur notað þig. Hann getur notað þig. Það punkturinn. Og það sem við þráum í Smárakirkju að búa til heilbrigt umhverfi. Það skiptir ofboðslega miklu máli fyrir mig að við séum það sem við segjumst vera. Við höfum lagt okkur í líma við það að búa til heilbrigt umhverfi, það sem við ræðum hlutina. Það ekkert umræðu efni tabú. Það má ræða alla hluti. Við verðum ekki heilbrigð nema við komum fram í sannleika. Við þurfum líka að ræða það sem hefur áður gerst í kirkjunni. Við þurfum að geta tekið umræðina. Við þurfum að geta varpa ljósa og veikleika okkar og skoða hvað getum við gert betur. Við þurfum það sem kirkja, við þurfum það líka sem einstaklingar. Má ég heyra með henn? Það skiptir svo miklu máli. Og Guð vill einmitt þetta, að við séum, eins og ég talaði síðast, fórn og altari Guðs. Það sem við leyfum honum að eiga við líf okkar, en að við séum í sannleika. Að við séum það sem við segjumst vera, að við séum ekki eitthvað þykjast. Bara blessi þig, systir, ég svo blessu í dag. Við erum oft með eitthvað svona frasa. Nei, alveg, það bara þannig. Og Jóhann náttúrulega margblessuð, ekki misskilja mig. En við erum oft með eitthvað svona tilbúning og við lifum í veröld þar sem bara ofboðslega mikið af einhverju tilbúnu. Við erum öll einhvern veginn að metast. Maður sé fólk á Instagram og það henni fullkomnu foreldrar og maður bara með þvílíka samviskubitið. Og svo sér maður fólk sem alveg ofboðslega fallegt. Eins og ég. Nei, djók. Djók. En já, ég eins og Páll núna, hrósað mér. Nei, við erum alltaf í einhverju samanburði. Og Guð sagði við Pál, náð mín nægir þér. Náð mín nægir þér. Og vitið það eitthvað sem við þurfum að fara að skilja. Hann gefur okkur nefnilega mæli náðar. Mér langar aðeins að fara í það, hvað þýðir náð mín nægir þér? Nægir, hlustið á þetta, nægir þýðir nóg fyrir tilefnið. Og það þýðir líka akkúrat rétt eining fyrir það sem upp á vantar. Finnst ykkur það ekki magnað? Náðin akkúrat sú eining sem að þér upp á vantar. Það náð Guðs. Hugsa ykkur velvildina. Ég bara kem til dyra eins og ég klædd. Og náðin bæti stofuna. Og það sem að fólk kannski skilur ekki með náðina að við þurfum mismunandi mæli náðar á mismunandi tímum í okkar lífi. Ég þurfti til dæmis aðra náð þegar ég var unglingur. En þá var það líka algjörlega það sem upp á vantaði, rétt eining. Ég þurfti annan mæli náðar þegar ég var ung móðir. Hjálp, já. Ég eignast tvíbura nefnilega. Ég bara svaf ekki í nokkur ár. Nei. Svolítið mikið, en æðislegt. Ég þurfti annan mæli náðar. Ég þarf annan mæli náðar í dag. Gagnvart þessu sem ég að gangi í gegnum. En það sem að mér finnst líka svo dásamlegt ég farið í gegnum svona storm áður. Ég hristi þetta mjög mikið af mér. Hafið ekki áhyggjur af mér. Ég vön. En
En það líka það sem að Guð gerir í gegnum reynslu lífsins. Það fara hlutir að deyja í okkar lífi sem að þurfa að deyja. Og það sem svo mikilvægt, vinir, hann gefur okkur tækifæri í hverjum einustu kringustöðum að læra að lofa hann. Og vitið það, núna í dag tækifæri fyrir okkur að lofa Guð sem aldrei fyrr. Ég trúi því að kristin þjóð þarf að fara að rísa upp. Við þurfum að fara að vakna. Við þurfum að fara að taka stöð okkar. Við þurfum að setja okkur í stellingar og við þurfum að biðja sem aldrei fyrr. Við þurfum að leita Guð sem aldrei fyrr. Við þurfum að sækjast eftir heilbrigði sem aldrei fyrr. Má ég heyra með? Þannig að náðin, þannig við þurfum aftur í það sem að Páll sagði. Hann sagði, náð hans nægir mér. Jafnvel í veikleika, þá nægir náðin hans. Guð ekki búin að stilla þig eða stimpla þig úr leik ef að þú hefur rekist á eitthvað eða eitthvað hefur komið fyrir í þínu lífi sem gerða verkum að þú liggur flatur. Hann réttir hendina til þín, hann reisir þig við, hann elskar þig. Og hann vill búa innra með þér, hann vill gefa þér það sem hann hefur fyrir þig. Það þannig. Velvild hans svo ótrúlega mikil. Akkurat rétt eining fyrir það sem upp á vantar. Halleluja. Og það sem að skipti líka rosalega miklu máli, vinir, þegar við erum að ganga með Guði, og ég var að mynda að tala það áðan, það að vera sannur. Ég til dæmis hef enga náð fyrir að vera eins og Joel Osteen eða T.D. Jakes. Þeir eru algjörlega fráteknir. They're taken. Ég hef náð til þess að vera ég. Og hvert og eitt okkar við erum einstök fram fyrir Guði. Guð hefur ákvarðað eitthvað verkefni fyrir þig að vinna sem ég get ekki snert. Og vice versa. Þess vegna svo mikilvægt, vinir, að við séum authentic, að við séum algjörlega sönn þegar við göngum, í gegnum lífið okkar. Við séum ekki að búa eitthvað til. Að við séum heldur ekki að við séum að drepast úr einhverju minnumáttarkennd haldandi það að Guð getur ekki notað okkur. Guð getur notað allt fólk. Amen. Þannig að, ég vil hvetja ykkur í dag. Náð hans nægir þér. Það sem ég vil líka tekið eftir, með svona aðþrengdum, óþægilegum kringumstæðum, að það kemur auðmýkt í líf mitt. Og vinir, auðmjúkur veitir hann náð. Hann stendur gegn dramblátum. Auðmjúkum veitir hann náð. Ef það eitthvað í líf okkar sem getur haldið okkur frá því allra besta sem að Guð hefur fyrir okkur, þá það dramb. Dramb heldur okkur alltaf frá vilja Guðs. Þannig að svona kringumstæður sem að við förum reglulega í til þess að framkalla eitthvað sem heitir auðmýkt í líf okkar. Því að auðmýkt framleiðir náð. Auðmjúkum veitir hann náð. Og vinir, í auðmýkt þá kemur svo mikil kærleikur. Í auðmýkt þá kemur líka svo mikil skilningu gagnvart aðstöðum annara sem að gangi í gegnum erfiðleika. Í auðmýkt þá fæðist allt fram sem að skiptir máli í lífinu. Og það hreint og það fallegt. Og það fullt af kærleika. Staðreyndin svo að empathy, hvað aftur íslenska orðið fyrir empathy? Samúð. Samkennd. Samkennd getur ekki orðið hluta líf okkar nema í gegnum erfiða reynslu. Mun aldrei gerast öðruvísi. Og samkennd ein dýrmætasta gjöf frá Guði. Hún ein dýrmætasta gjöf frá Guði. Eiginleikin að geta sett sig í spor annara. Og vinir, ef einhver tímann við höfum þurft á samkennd að halda, sjáðu hvað að gerast í heiminum. Hver höndin upp á móti annari. Ef við getum bara að tala saman, ef ég geti sett mig í þín spor. Ef við getum það sem kristin kirkja, bara sem kristnir einstaklingar, ef við höfum þessa getu að setja okkur í spor annara, að finna til þegar aðrir finna til, þá verk Guðs búið að myndast í okkar lífi.
það þannig. Þannig aftur, auðmjúkum veitir hann náð. Það að vera í auðmjúkum aðstæðum, þú veist, aðþrengdum þar sem að við erum jafnvel við hinn endan á einhverjum ofsóknum, það ekki slæmur staður að vera á. Það góður staður að vera á. Ég veit að ykkur finnst þetta alveg sturla kannski, þú veist. En það góður staður að vera á. Auðmjúkum veitir hann náð. Það eitthvað sem að framkallast í líf okkar í auðmýktar stöðu, sem að framkallast ekki með nokkrum öðrum hætti. Leifum því auðmýktinni að vera hluta af líf okkar. Við erum bara auðmjúk og leifum Guð að vinna. Amen. Má ég heyra? Má ég heyra? Það var betra. C.S. Lewis sagði, drambið, það hinn stóra synd. Drambið nefnilega ekki vinur okkar. Hann nefnilega bara alls ekki vinur okkar. Og málið það að þegar við erum að hressa okkur við og fá styrk og kraft, þá bið ég Guð hans kraft. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrka gjörir. Það leyndardómurinn. Það að vera með sjálfstraust í Guði. Það lykilatriði. Þú veist, ekki verið í ykkur mínuseldur, ok, ég svona, þú veist, búin að fara í gegnum alls konar auðmýkt og eitthvað svona, en Guð getur notað mig. Og Drottinn, ég tappin í þinn styrk. Ég gengin í þína náð. Drottinn minn, í dag þá náðin ný fyrir mig. Og ég ætla ekki að, þú veist, ekki bara hafa náði yfir lífið mín, ég ætla að stíga fram í náðinni. Má ég heyra amen? Og svo gott að fá upplifa náð Guðs. Já, amen. Þannig að þegar óvinnur segir, þú ert ekki sterkur. Hann hefur oft sagt þetta við mig. Ég nefnilega dett inn í þetta, þú veist, að upplifa að ég get ekki neitt og kunni ekki neitt og ég veit, þetta kemur ykkur mjög óvart, þetta ég virka svona frekar svona ánægð með mig. Þá það lygi frá óvinninu. Og ég þarf að minna mig á sannleika Guðs. Ég nefnilega meir en sigurvegari. Og það ekki út af því ég svo æðisleg. Ég alveg ágæt. Það út af því að hann svo frábær. Það málið. Hann bara svo frábær. Og ég segi það aftur, það oft verið að tala kristi fólk sem eitthvað heimst og vitlaust og eitthvað svona. Það bara allt í góðu. Þetta besta gjöf sem að mér hefur verið gefin. Og ég get ekki full þakkað mömmu og pappa fyrir að hafa kynnt mig fyrir Jesú. Ég get ekki útskýrt hvað þetta dýrmæt gjöf. Og ég vil alls ekki fyrirverða mig fyrir fagnaðarerindið. Ég meni, ég elska Jesú. Og ef það gerir mig heimska eða vitlausa eða ég veit ekki hvað, so be it. Ég samt elska Jesú. Og ég ætla bara ekkert að hætta því. Ég bara elska Jesú. Hann bara tilgangur lífs míns. Hann bara allt í öll í mínu lífi og ég ætla bara ekkert að skammast mín fyrir hann. Mér dettur það ekki einu sinni í hug. Þetta dýrmætasta gjöf sem að mér hefur verið gefin. Það þannig. Og vinir, við þurfum að læra að standa í lappirnar. Ekki fyrirverða okkur fyrir fagnaðarerindið. Þó svo einhver gerði einhver tíman eitthvað. Bara í samfélagi fólks, þá alltaf eitthvað sem að gengur á. Það bara hefur ekkert með Guð að gera. Guð hinn sami, en menn bregðast. Og ég vil líka segja ykkur eitt, vinir. Ég mun örugglega einhver tíman segja eitthvað eða gera eitthvað til þess að móðga ykkur að særa. Það ekki gert vísvitandi, en ég bara segja ykkur það. Ég bara ekkert fullkominn. Það engin fullkominn, það bara Jesú. Þannig að ef ég get bent ykkur á eitthvað, þá það þetta. Horfið á Jesú. Þú veist, alls ekki setja mig á eitthvað stall. Þú veist, ég á bara ekkert að vera á neinum stalli. Það bara Jesú sem á að vera stalli. Hann fullkominn. Mér langar svona rétt í lokin til að lesa fyrir ykkur hérna nokkur vers. Og það í Efesbréfinu. Að lokum styrkist í Drottni. Ekki styrkjast bara í einhverju eigin, eitthvað egói, bla bla bla, veist, það bara virkar ekki. Styrkist nefnilega í Drottni. Í krafti máttar hans.
klæðist alvæpni Guðs, að þið geti staðist vélabrá djöfulsins. Og svo næsta vers sem skiptir alveg gríðarlega miklu máli, því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði. Ekki taka persónlega allar árásir sem að beinast að þér. Þetta ekkert persónlegt. Andinn í okkur bara truflar andan sem í heiminum. Takið það ekki persónlega, því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði. Heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveru vonskunar í heimingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldi velli þegar þið hafið sigrað allt. Halleluja.